Heyrðu, þá það Menningavitinn 7. þáttur. Ég heiti Kikka. Ég heiti Steingrímur Dúi. Elvar Geir Kál. Sigga Snjóla. Heyrðu, við byrjum á föstudeginum síðasta. Kvennaverkfallið. Já. Þetta var frábær dagur. Þetta var dásamlegu dagur. Já. Æða fara niður í bæ. Hitta þig. Hitta mig. Já. Og svo var allar konurnar. Já. Frá, á öllum aldri. Já. Það var rosalega margir. Já, varst þú? Nei, ég er bara búin sem myndir. Já. Alltaf ekki verið svona 50.000, 60.000. Taldi einhver? Það hefði verið 50.000 en við 2 árum hefði verið 80.000. Já, ég held að það yrði 100 konur. Sko, Geir Jón Lögga, sem er held ég hættur núna, hann var svo góður í að hann þurfti bara svona að líta snöggt yfir, þá kom hann með töluna. Ok. En núna virðist tölfræðin ekki vera jafn skýr hjá löggunni. En það voru flottar ræður þarna og tónlistaratriði. Já. Og Reykjavíkur dætur slitu þessum fundi. Það eru nú alltaf voðalega flott. Já, rosa hressar. Já. Maður hoppaði svolítið á svo kalt. Það kom eitthvað svona gustur, kaldur gustur. Já. Afrá. Ég saknaði þess aðeins að fá ekki eldri konur. Á svið. Á svið að tala að hana. En við sáum þær í Þjóðleikhúskjallaranum. Já. Heldur betur, það var nú þvílík upplifun. Já. Ég er svo fegin að við fórum. Já. Það var alveg mögnuð sýning áfram stelpur í Þjóðleikhúskjallaranum. Og þær voru einar 5 leikonur, því miður kann ég bara ekki nefna þér, sem voru þarna fyrir 50 árum og sungu inn á plötuna áfram stelpur og svo voru yngri leikonur og söngkonur og 2 dansarar með þeim. Og þetta var rakin þessi saga. Rauðsokkan, hún var mjög flott. Okay. Hvernig þetta hefði byrjað með eftir nú ánakjalling, 7 stelpur og lýsistrutu. Þær hefði verið að leika í þessu. Og já, það var farið aðeins yfir aðdraganda. Og þarna var mikið talað um það að það hefði ekki verið samþykkt að kalla þetta verkfall. En á endanum þegar, við minna það að eitthvað Vilborg sem sagði, eigum ekki þetta bara kvenna frí. Og það bara, Já, það munaði engu að þetta kvennaverkfall yrði ekki. Bara út af því að þetta kalla þetta, út af orðinu. En gaman að segja frá því að Saga Jónsdóttir, leikona, var eina af þessum 5 konum og hún var sem sagt á þessum degi með henni Kristínu Ólafsdóttir og þær voru að flytja lög á Akureyri. Já. Og hún var þarna í þessum hópi og hún var hjá leikfélagi Akureyrar í mörg ár. Og þegar hún var með námskeið og það var stofnaði leikklúbbur í Dynheimum sem hét leikklúbburinn Saga. Og ég fór náttúrulega hann og lék í 7 stelpum. Já. Ég var 15 ára. Þannig að það er þá 4 árum eftir að þetta þarna, var þetta ekki Þjóðleikhúsinu sem að... Jú, já. Við minnum það. Já. Þannig að svona tengist þetta allt saman á litla Íslandi. Já. En þetta var virkilega skemmtilegt dagskrá í Þjóðleikhúskjallaranum. Þar sem þessi saga var rakin og þær sungu. Elst var 92 ára. Já. Og það var bara svo mikið kraftur þarna. Já. Og endaði með því að það komu, í síðasta laginu það komu 2 kórar. Já. Geistust þarna inn fullt af konum. Já. Og svo tóku undir. Já. Þannig að þetta var mikil stemning. Já, þetta var bara æðislega dagskrá. Já. Og að því að svo litlar líkur á því að maður verði eftir 50 ár. Það er svona minni líkur. Það er minni líkur. Þetta er rosalega fegin að við fórum á föstudaginn. Og maður labbaði svo glaður út. Ég keypti bæði plötu og plakat og það finnst orginal platan frá 75 og líka plakatið. Þannig að Vínilplata? Já. Vá. Já. Og Var gefið út aftur á vínil eða? Nei, þetta er síðan þá.
Þeir Það eru er bara upprunalega plata, Já. og upprunalega hérna af líka plakatinu. Algjörð gull. Algjörð gull. Já. Ég á ekki plötuspilara, en ég ætla að gefa manninu mínu kannski jólagjöf. Já, til að þú fáir að nota. Svo ég geti að hlusta á þessa einu plötu sem ég á, en þá getur hann fyrir að hlusta allar sínar. Þetta er þeirra Homer gaf Marge hérna keilukúli mátan eftir hérna Sinni hendina Þetta er svolítið svipað. En það var einmitt á þessum árum, ég man eftir einhverjum grínskets, gott eða var ekki bara hérna áramótaskaup. Eitthvað þegar ég er 10 ára eitthvað, við fengum ekki sjónvarp fyrir eitthvað, ég var 9-10 og hérna, og þá var það einmitt einhver að pappin ætlaði að kaupa sko, það var svona fjölskylda, ætlaði að kaupa ryksugur handa konunni í jólagjöf og hérna, og ég man hún hérna, Sólveig Arnars minni mig, lék í þessum skets og var eitthvað, nei pabbi, maður gerði það sko ekki og hérna já, en þetta var öðruvísi fyrir 50 árum og hérna, og barðan er ekki búinn. En það var líka sko gaman að heyra að tala það að síðan hefur loksins þegar þetta var búið ákveð þetta sem sagt, og þá hefðu þeir einhverja 3-4 mánuði við vinkonundum vorum, af hverju völdu það 24. október? Já, af hverju En það var út af því ágúst? Já, eða bara mitt sumar. Já. En það var náttúrulega út af því að þetta var svo seint samþykkt. Í júní? Já. Og það var svo gaman að heyra að segja sko, svo biðar hann á Lækjartorgi og bara koma einhverjur. Já. En síðan hefði bara komið lækir á konum úr austri og vestri og á Akraborginni og En það var sko, þær höfðu 4 mánuði og ég meina þær voru nú örugglega einhverja, ég veit ekki hvað voru margar, voru ekkert internet, þannig að þær voru að senda bréf út all land og ringjandi, að þetta var ekkert bara auðvitað á hérna, Lækjartorgi, það var líka bara út all land. Fóru konur í verkfall þennan dag. Og hérna, fóru í frí? Fóru í verkfall. Og mér finnst þetta eigi bara að vera verkfallsdagurinn. Þetta eigi bara alltaf að vera. Ekkert hálfur heldur bara þennan dag, eða konur bara liggja í sófanum með tætnar upp og horfa á Netflix eða fara á fundi. Það sem er standa saman. Leggjum það til. Já, leggjum það til. Já. Steingrímur Dúi, þú varst ekki búin að segja okkur allt frá Nordisk Panorama. Nei, hérna Það var þessi sigur var hérna, sem sagt, sigur vegari hátíðarinnar. Já. Það var myndin hérna Solo en la Tierra, hérna Only on Earth, Já. sem spænsk dönsk samframleiðsla Já. og hérna eftir Robin Petri og rosalega flott mynd sko, hérna fjallar bara svona mannskeppnuna, náttúruna og dýrin og ég hérna fíla svo þessa tegund af svona heimildamyndum, það er engin sögumæður. Nei. Hún er bara öll myndin, það er alveg löng mynd sko, hún er bara myndavélin er alltaf eins og fluga á vegg og við erum að fylgjast með bara fólki og dýrum og náttúru á þetta er á Suðurspáni, þetta heitir hérna Galícia og þetta er á landamærum Portugals og Spánar. Já. Og myndin fjallar bara svona, það eru náttúruhamfarir í gangi þegar við erum að fylgjast með allt í einu bara dettum bara og niður úr himninum og sjáum bara þennan stað og það eru alveg gríðarlega skógaraldar í gangi og svo er líka hérna, þetta eru svona kúrega samfélag, þannig að það eru viltir hestar, þetta eru bara held ég síðustu viltu hestarnir í Evrópu sem eru þarna og þeir eru ennþá vildir og það er ennþá, ég held ég að lesi, ég skal ekki fullir að það sé ennþá 20.000 hestar. Já, ok. En þeir eru samt í svona útrýmingarhættu og þeir eru svona hluti af vistkerfinu, þeir borða þar á meðal einhverja þyrniruna
sem að eru mjög mikill eldmatur og Já. sem að, þú veist, og ef hestunum fækkar þá hérna sem sagt er meiri hætt á skóabruna og þetta sumar sem að myndin er tekin sem ég held að verið 23 eða 24 að þá var hitamett og síðan bara erum við einhvern veginn myndin er bara svona þetta eru rosalega bara svona fallið rammar Já. og hérna það sem að eins og það er rosalega minnistætt eitt að þetta eru bændur og hesta og þau eru náttúrulega rosalega mikið hestum og þau eru þetta líka eins og hérna á Íslandi að þau eru líka slökkulismenn eins og einhvers bóndi hérna einhverstað fyrir norðan er líka í löggunni og þannig að þau eru líka slökkulisfólk, slökkuliskonur og menn og þau eru og millega sem eru að berast þess að elda þá eru þau líka bara bóndar og það er eitt mómentana sem að þú veist, þau eru að berjast við, þetta er rosalegir eldar sko, bara, og þau eru að berjast við eldin og hann að segja eitt slökkulismanni frá því að þau koma hana að skóginum og slökkulisfólki þau mæta bara alveg fullt af dýrum sem eru að koma æðandi alveg trillt að ótta út úr skóginum og þegar að sjá þau þá sneru við og hlipa aftur inn í eldavið og dóu þau eru svo hræddust hræðast fólk meira heldur en þetta eldhafana og þetta er svona bara svolítið svona, mér finnst það svolítið hún á bara rosalega mikið svona hvað maður segja, svona hún er bara, hún segir frásögnin er bara rosalega falleg í myndinni og svona hrein og rosalega flott hvernig hún einhvern veginn tekur sjónarhorn dýrana líka og náttúrulega og einhvern veginn og hún er hestana hún er hestana, hún er líka bara bara vistkerfi sem er bara að ströggla og er bara eiginlega að deyja og það er mjög mikil hætt á að þessir eldar þeir breiðist síðan þeir fari norðarmiðlugarðarana sem er líka svolítið aktuell fyrir okkur og það er búið að setja alveg bara 100 vindmila og það er ógeðslegt hljóð frá ég veit það bara inni hjá fólki þetta er hljóðmengun sko já og við þurfum að læra því setja ekki vindmilu garða hér og þetta er eins og ég segi, þetta er svona observational frásögn og hún er rosalega fallega tekin og það er ofta eins og maður sé bara að horfa svona fallegt bara fagurt málverk og mjög áhrifað mikið hvað, þú veist, náttúran og dýrin skipa jafn á sess og fólkið í myndinni og þannig að ég mæli með þessari mynd hún hlýtur að koma í bíó til Íslands Bíóparadís kannski örugglega vipparinni yfir hafið til okkar ég bara vona bara Bíóparadís þegar hanta þessa mynd en Gallia er það ekki það sem að Ástríkur og Steinríkur byggu í sko þetta heitir Galícia held ég Galícia ég held það já það er kannski ekki það sama voru þeir ekki á Bretonskaga ég veit ekki, ég þarf að fara í í landafræði fyrir fullorðna ég bara líka. Veit ekkert heyrðu, en frábært vonandi Bíóparadís bara já, vonandi komið með hana já, hlýtur að vera já ég ætla aðeins að fjalla síðustu 3 sýningarnar sem ég fór á listasafni Akureyrar þarna daginn og þetta eru sýningar sem sagt Barbara Long og hún er með eitt verk sem er þetta er svona himnastigi og er bara svona hálfgerð innsetning eða kannski bara algjör innsetning og freka flott og hún er alveg, þessi sýning er fram í janúar og þeir akureyringar sem eru ekki búin að fara ættu að drífa sig og þetta er svona lífræn skúltúr já, minnir innsetningin á klífurplöntu í skógi sem skapa verndandi atkvarf og varpa skuggum á nálega veggi og þetta er rosalega flott svona tekur pláss og mest gaman að þessu og svo er Ími Grönvold milli fjalls og fjöru hann er
Það er þetta hérna. Já, ég held sé ungur strákur bara. Já, hann Útskrifaði sko 2018 úr listaháskólanum og og hefur síðan farið í framhaldsnám. Og sko, já, þetta er mjög flott verk sem að... Ég sá þetta þegar ég fór norður. Virkilega flott. Hvað er þessu sýning? Þetta er allt í listasafni Akureyrar. Allt í listasafni Akureyrar. Í listagilinu. Já, þetta er annara, þetta er svona langur gangur og þetta er við endan ganginum og nýtur sín mjög vel að þetta er alveg risastórt verk. Já, og ég með myndir af fleiri verkum sem að setjum inn líka. Svo er það flottasta sýningin. Ég bara vildi helst ekki fara út. Það er sem sagt Bergþór Mortens sem að er með ég veit ekki hvað þessi verkur er kölluð. Það eru rosalega flott verkina. Já, þetta er sko mörk á milli málverks og skúlptúrs eru óljós. Þú veist, maður er einhvern veginn, þau eru þrívíð en hanga á vegg. Þetta er ekki eitthvað sem að situr á stöpli eða eitthvað þannig. Og lágmyndir á... Nei, þetta er ekki þannig. Nei, okay. Þetta er bara rosalega flott verk. Og og ég aldrei séð svona áður. Nei, þetta er rosalega... Ég er náttúrulega ekki búin að sjá þessa sýningu. Þarf að vera að drífa með norðu, þannig ég náði því. Já. En ég hef séð verk eftir þau eru bara mjög spennandi. Já, það stendur óhóf og of hlæði þar sem ferliði verkin endurspeglar öfgakennda efnishyggju samfélagsins, uppbygging og niðurrif, sköpun og eyðilegging. Verkin vísaði sögu samtíma, dægurmenningu, listasögu, pólitík, hið undarlega og hið gróteska. En mér fannst líka eins og hann gæti verið frábær sko svona leikmyndahönnuður. Mér fannst eins og hann gæti lyft einhverju leikriti upp með flottri En er þetta interaktíft eða... Nei. Þetta er allt tilbúið. Já, en þú getur, þetta eru þrífi verk, þannig að sjónarháttur skiptir ekstra miklu máli. Já, og þetta er bara rosalega flott. Og ég ætla að fylgjast með honum þessum. Já. Það er alveg á hreinu. Þá hef ég lokið umfjöllun listasafni á Akureyri. Búið að taka 3 þætti eða eitthvað. Og já, og hvetjum strætó að bjóða upp á ferðir til í menningarferði til Akureyrar. Já, á niðurgreitt, fengið afslátt. Já. Menningar strætókort. Já. Það er rosalega góð hugmynd. Við sendum þennan þátt á strætó. Já, ég veit að þeim er alltaf hlusta, þetta er alveg yndislegt fyrirtæki og gott fólk. Já, ekkert nema. Ekkert með gott fólk Berhag, íbúana fyrir brjósti. Já, á báðum stöðum. Já. En ég hef bara heyrt frá fólk skildi alveg hvert þú varst að fara. En ég hef heyrt frá fólki sem þekki fyrir norðan. Sko, já, það sé dásanlegt. Já. Það sé dásanlegt að bara fara með strætó norður. Já. Bæði norður og suður. Arnavinkun okkar fyrir mikið með strætó. Ég held að sé internet og svona, maður getur bara, ef maður ætti fullt af peningum, maður gæti þetta verið skrifstofan hans. Það er alltaf verið bara að skýra fram og tilbaka. Já, við skoðum það setna. Já, þú sendir á það. Laptop í strætó. Ha? Með laptopið inn í strætó. Já. Heyrðu, ég sagði daginn að að Borgarleikhúsið bara slægi aldrei feilnótu. Og við fórum og sáum hvorki meirinu minna en Niflungahringinn allan sem venjulega tekur 16 klukkustundir í flutningi og við sáum hann á 2 tímum rúmum. Með hléi. Var hléi? Já, það var 2,5 tíma. Það var hléi, já. Og þetta er sko eitt af stórvirki listasögunar og þetta er þessu þjappað saman í 2 tíma og okkur var lofað 2 tíma hláturskasti og það var nánast þannig sko.
Já, þetta var svona klukkutími 45 hláturskast. Já, getur verið. En þetta sem sagt, 100 óskilum, Eiríkur Stefensen, Hjölvi Hjartarson og Katla Margrét Þorgeirsdóttir. Og mér svona skilst á viðtölum við það og þeir séu bara búin að taka hana í gíslingu. Ég ætla ekkert að sleppinni. Og mér skildist líka að hún væri bara ána með það. Já, sem gott. Það var svo góð, já. En þetta eru sem sagt 4 óperur, Rínargullið, Valkyrjan, Sigurður Fáfnisbani og Ragnarök. Og Hjálfi Hjartarson held ég hafi skrifað sem sagt verkið og tónlistina, eða sko textana og og þau eru allan tíman á flegi ferð, þetta fólk. Gjörsamlega. Já, en svo finn ég ekki, það var einhver 4. maður sem kom að inn. Lék fatahengi. Já, það var nú örgulega bara propsari eða suðismadur, sko. Já, en nafni hans hefði alveg mátt koma hérna. Já, Hann þetta er ekki kredit. Nei, og hann stóð sér líka vel. Við lýsum eftir honum. Lýsum eftir honum. En þau náttúrulega, við fórum þarna á, held ég, fyrstu sýningu þar sem við voru með áhörvendur. Já. Sem sagt, svo voru 1 eða 2 sýningi viðbútt, svo generalpröfu og svo frumsýning. Og og þetta var bara tiltölulega tilbúin sýning þegar við sáum hana. Og er gaman að heyra hvað þið segið hana. Já, sko, ég var bara svo impressed af bara svo mörgu, sko. Já. Líka það bara hvernig hvernig náði í alvörunni, sko, bara strókum út allt grínið og glensið. Já. Og þá actually niflugarhringur manna. Já. Nákvæmlega. Og það finnst mér alveg ótrúlegt, sko. Já, já. Ótrúlegt afrek. Og og það er skemmtilegt hvað þau sko, raunin að taka, sko, maður heyrir svona öðru hverju svona eimir ykkur svona af, vagnar í bakvið, sko, í bakgrunni, maður finnur fyrir honum einhvern veginn. Já. En svo eru þau bara að taka bítalegu og Abba. og Abba og en sko breyta textunum, þannig að þeir séu, sko, partur á niflugarhringnum. Já. Eru þau að spila á hljóðfærum? Þau spila, já, og þau eru bara að spila, það sviðið fullt af hljóðfærum og þau virðast bara teygu tendina að taka upp ykkar hljóðfæri og byrja að spila lag og þau eru öll og þetta er svo frábær flutningur. Já. Og meira þess að sko og þeim text einhvern veginn skilur þeir eru að gera lög eða spila lag sem á að vera illa flutt og það er húmórinn. Já. Að þeim text að gera það fyndið, ekki bara afsnalegt. Nei, ekki kjánalegt. Ég líka bara, það gerir það svo vel að ég var að hvort þau var að spila eða bara hvort einhver væri að hjálpa þeim, sko. Nei, ég geta alveg ótrúlega vel. Já, virkilega. Það var mjög góður, bara náttúrulega hljóðmyndin frábær, minnst leikmyndin æðisleg, þessi þetta, já, einmann vil ekki segja mikið en rosalega flott leikmynd. Og hún var vel notuð, sko, þetta var hvítu veggur. Og þau eru endalega sem skiptum búninga. Já. Já, mjög hugvitsamlegt hvernig þetta er sett fram. Og þetta dettur aldrei niður. Nei. Bara hún Ágústa leikstjóri er náttúrulega algjör meistari í því að halda boltanum alltaf á floti. Ágústa Skúladóttir leikstjóri, já. Já, þetta var mjög flott sýning og það var einhvern veginn bara allt virkaði og allt var flott. Af því að þegar við fórum á Jónsmessunættu drauminn hafa stúið að tala um hvíta vegg og óskaði þess að væri eitthvað sett á hann. Þarna var einmitt líka hvítu veggur með samt hólu eða helli og hann var nýttur. Hann var nýttur mjög skemmtilega. Og ég er alveg samanlega, leikmyndin var mjög flott og vel nýtt og búningarnir líka og ég held að þeir geta alveg farið í slag við búningarna einmitt í Jónsmessunættu draumi. Já. Og bara færni, þú veist, þeirra þriggja pluss propsarinn í að sko fara í alla þessa búninga, spila á öll þessi hljóðfæri og syngja öll þessi lög. Þetta er alveg brótulegt, ég var bara mjög hrifin af þessa sýningu. Ég líka. Og mér langar aftur. Og það var gaman líka að heyra að það er gennilega sko góður andi í
öllu sko liðinu sem að kemur að sýningunni Já, þegar maður heyrði hlátarsköllin frá ljósamönnum og hljóðmönnum upp á svölum sko. já, ég mitt hugsaði með mér sko, ég vissi ekki alveg hvor skemmti sér betur, ég eða bara þau, öll sem Já, voru hérna í sýningunni, af því að þau geisluðu af Já. gleði sko, það var ekkert þvingað neitt, þannig að Ég sko, já, þegar ég fór þessu sýningu, ég vissi ekkert hvað ég var að fara að horfa á. ok, Þannig að, og ég veit af að lítið Niflungaríki, þannig að mér fannst það líka, þetta er alltaf ótrúlega áhugavert, þetta Wagner-verk, að hann blandar einhverju þetta svona kakofóni af svona norrænni og alls konar goðafræði sem er inn í henni. já, Alltaf Sigurður Fáfnisbani og Óðinn og þetta er alveg svona tilhörn til þess að gera svona grína þessu. Og ég hef ekkert þannig sem mikið vita á leikhúsi þegar örugglega miklu meira vita en ég, en ég tók eftir því að þetta var svona, það var mjög mikið nánd við áhörandan, Já. þau eru með framalega á sviðinu og þannig að þú ert mjög svona, þetta er mjög svona náin sýning með, þú ert svona, út næstu á sviðinu bara já, sjálf, sko. þetta er á nýja sviðinu, og þau hafa, Já. og fyrir vikið hafa þau engan stað til þess að fela sig einhvern veginn, þetta er bara allt Já, þetta er mjög krefandi sýning Já. fyrir þau. hún er alveg inn í face en mér fannst það, þú veist, en Já. ég fann aldrei spennu eða nei og ekkert óþægilegt, Ég meit spurði, Nei. ég hitti nefnilega Árna Pétur leikara og Rúna Guðbrands þegar við Já. vorum á sýningunni og ég spurði Árna Pétur einmitt að því hvort honum finnst ekki óþægilt þegar hann væri svona alveg onni áhriðan, hann sagði nei, Já. ég elska að leika svoleiðis. já, Já, ég meina, og þau gera það mjög vel og manni líður ekki illa því að oft þegar að svona leikverk annarkvort eru alveg onni manni eða koma til manns þá svona stífna með þér, guð, ég vona að ætla ekki að fara að tala við mig eða draga mig upp á sviðið eitthvað en það var ekki þannig þarna og þeim greinilega leið vel að hafa okkur í andlitinu bara en hvað fannst þér, Sigga? nei, mér fannst það bara sem sagt, alveg svo þeim bara þetta sögulega að þetta er sem sagt byggt á svona forn grískum og goðafræði Já, og mér fannst það bara mjög áhugavert. Mér fannst líka áhugavert þarna með hringina þegar búið að tala svo oft um hringadrottinsögu að Já. þetta sé tekið úr þessu hér segja þau sko á síðunni hjá Borgarleikhúsinu þetta episka stórvirki sem tónskaldið Richard Wagner samdi upp úr íslenskum fornaldasögum. það stendur hérna, ég fór inn á Wagnersfélagið Já, og þá Það er líka grísku áhriða líka þannig, sko. já, en þá talaði sko einhver Niflungaljóð og þýskar hetjusögur, eddukvæði, Já, hann fer í Snorra Edda, þýskt folklór og alls konar bara. Heimskringla, Þyrikssaga, Völsungasaga, þýskar hetjusögur og þýsk goðafræði. En þau vilja meina að þetta væri svona 80% íslenskt. Þannig að þau væri eiginlega að koma með Niflungaringin heim. já, Þannig að en þetta sögulega, ég meina eins og þú sagðir, ég meina þetta er þarna já, og þessi bölvun á þessu hringa eins og í hringadrottinsögu. Þannig að þetta vakti mann svona sagt forvitni aðeins að rifja upp þessar sögur. já, Já, nei, ég lærði eitthvað Það er bara já, þannig. nákvæmlega, Það er ekki alltaf sem maður lærir eitthvað þegar maður fyrir leikhús Nei, nákvæmlega. En svo fannst mér bara, ég er nú mikill aðdáandi, ég hef aldrei áður sko farið á neitt með hundi í óskilum. Ég veit að þú hefur gert það, Elvar, en ég hef ekki gert það. Og þeir eru rosalega klárir og einmitt spila á bara fleiri hljóðfæri og einhvern veginn bara geta allt tónlistalega. En það sem kom mér mjög skemmtilega óvart er Katla Margrét. Hún spilar líka á fullt af hljóðfæri. já, alveg bara. Já. Hún Hún er bara alveg hörku músikant og hún er rosalega góð sönguna, já. Og einhvern veginn bara, hún var bara stóðum ekkert síðri sko. Alls ekki. Nei, eða hvað sem var, stóðum ekkert að baki. Hvernig, hún var ekkert síðri en þeir. Það var ekki síðri. Og einhvern veginn einmitt stórkostlu sönguna og mér fannst hún líka skemmta sér mjög vel sko Já. með þeim. Þannig að ég skil alveg að þeir ætli ekki að sleppinni úr því. Já, það er
ykkur kemistri þarna sem alveg bara meiri háttar. Já, og virkar alveg. Já. Og þau eru öll aðeinsleg. Er bara jákvætt Já, þetta bara eitt frábæra verkið sem sett upp í Borgarleikhúsinu. Það bara... En eina sem ég get sagt, ég bjóstu ykkur rosalega stóru verki, en þetta náttúrulega bara mjög lítið, þetta lítið svona, þannig séð, þetta ekkit risastykki, en þetta rosalega vel gert. Já, þú búist við bara óperu. Ég bjóst ekki við óperu, en ég bjóst við ykkur svona stærra umfangi, sko. Bara tilbúið, bara mættu með þvaglegg og alltaf bara verið í 16 klukkutíma. Ég vissi, eins og segi, ég vissi ekki hvað ég var að fara á, en þetta var vel gert. Já, og það var eins og skemmtilegt, þau voru bara, já, og þegar Wagner skrifaði þetta, þá tók þetta sko klukkutíma og korter í flutningi, tekur 3 myndir í okkur, svo þú veist, hann spurði ykkur tíma. Og maður fekk alveg hvað það var sem að gerðist í óperunni. Og svo var svo gaman að því að þeir eru að taka lög bæði með Beatlunum, ABBA, held að það er eitthvað Star Wars lag, ég veit ekki hvað. Já, og það er líka svona sviðsmar sem eru að leika líka, þetta er mjög góður húmor, sko. Já. Og veist, þetta er svona low budget, en það er samt fyndið. Það kemur alltaf óvart eitthvað, já, eru það að taka þetta lag, já. Ég held að það sé ekki budgetmál. Ég held að það sé bara húmorinn. Já. Þú veist, að því að hér þyrftum við nú að hafa eins og 9 skjaldmeyjar og 12 valkyrjur, en því miður þá bara höfum við okkur. Þannig að það var svona bara stíllinn, held ég. Já. Alveg frábært. Allir að drífa sig á niflungarhringinn og hlæja í klukkutíma og 45 mínútur. En svo gerist þetta náttúrulega svolítið hratt, þannig að ég svo segna að fatta oft. Það eitt sem ég geti kvart yfir einu. Já. Ég hefði sennilega legið í klukkutíma 55 mínútur ef að sætin hefði verið aðeins þægilegri. Heyrðu, já, það þarf að fara að setja betri sæti þarna inn í þetta sko nýja sviðið, bólstraði eða eitthvað. Já. Ég hló ekki svona eins mikið á því, en ég meðast þetta samt alveg fín síning. En sko ég held að þetta sé sýning sem að geti farið á aftur af því að það gerir svo mikið og ég svo, eins og ég reyni að segja þannig, ég er svo fattless og ég er ofta að fatta eitthvað sem var bara farið og komið í nýtt, þannig ég náði ofta ekki að fylgja með, sko. En það ég en ekki leikritið. Þessi sýning líka sko, það er allar vísbendingar það, þetta sé svona sýning sem að mun sko hægt breytast alltaf aðeins og með nýji brandarar og maður það bara vera svona dálítið að fylgjast með fara reglulega svona til að setja Já, einmitt glæsilegt Heyrðu, þá er það sjónvarps þáttaserja sem er þýdd sem sigurvegarinn en heitir King and Conqueror og er á sjónvarpi Símans og þetta eru sem sagt James Norton og Nikolai Coster-Waldau sem leika þarna aðalhlutverkin þá William og Harald sem að fara saman eru upphaflega vinir en fara svo að berjast ensku krúnuna og kallaði bardaginn við Hastings en frá fyrsta þætti og í þennan bardaga er náttúrulega alveg risa episk saga og þessi sem ég ætla ekki að rekja hér af því ég myndi bara rugla fólk meira þessi þáttaserja hefur fengið mjög misjafna dóma og við bæði lesið innlenda og erlenda dóma og mér finnst þetta bara óttalegu tillingaskítur og leiðindi í fólki af því mér finnst þetta bara frábær sería ég skil ekki hvað fólk er að væla og þegar maður les sko bæði dóma í Englandi og líka svona bara virkur í athugasemdum að þá svona fólk ímist rosalega ánægt með hana eða bara nei og það er svolítið ég veit ekki hvernig bjó fólk árið 1042 mér finnst þetta bara og það er eitthvað verið að klára í það að leikmyndin sé nú ekki heiðmörkin okkar sé nú ekki nú að góð fyrir þá og veit einhver hvernig þetta var þá nákvæmlega þú veist hvar voru nákvæmlega trí og hvar ekki Örglega ekki
Ég er nú ekki búin með hana en það sem ég sá fannst mér bara virkilega flottar senur og hérna Já, sko fyrsti þátturinn sem Baltasar Kormákur einmitt leikstýrir, mér finnst hann bara rosalega góður af því að hann kynnir alla persónur, leggur upp bara hraðan á seríunni og einhvern veginn ég var spennt strax og ég bara skil ekki hvað fólk ekki að fíla. Þetta hefur allt. Hvað það sem verið að því að nú bara viðurkenni það að ég hef ekki séð þetta. Átti ekki sjónvarp. Já, ekki sjónvarp, en ég á rússneska vini sem kannski geta reddað mér. En hvað það sem að, fólk í alvörinu sko þetta það eina sem að fólk hefur út á þetta að setja einhver tæknileg atriði? Já, sko, svo eru náttúrulega einhverjir doktorar í sagnfræði sem að segja þetta sé ekki algjörlega hárkorrekt með við söguna, en það eru svona sjónvarpsþáttaræðir, það aldrei, skilurðu? Ég ætlast ekki til þess, ég meina, Nei. Við erum að sjá okkur sjónvarpsþátt sem á að gerast árið 1952 og við vitum alveg að þetta leit ekkert allt nákvæmlega út þannig árið 1952. Nei. Alveg eins að við séð sjónvarpsmynd eða þátt sem á að gerast inn í 80s. Já. Ég var lifandi inn í 80s. Þetta leit ekkert nákvæmlega svona. Nákvæmlega þá sem ég. En það svolítið verið að og aðalega þá englendingar að hnýta í það að hún hafi ekki verið 100% korrekt sko með við það sem þeir lærðu í háskólanum. Og síðan líka verið að setja út á leikmyndina að hún hafi ekki verið eitthvað nógu mikill grandúr. Mér finnst bara flott hvernig hún var, það var allt grút skítugt og líka fólkið sko. Þetta var ekki einhver svona kastali og gullkjólar sem að mér finnst einmitt pirra mig oft í svona þáttaröðum. En svo var eitt sem að virðist kannski hafa verið mistök hjá framleiðendum. Áður en að hún kom til sýninga, þessi þáttaröð, það var hún auglýst svona og það var að bera hann á sama við hvað heit það, sem að Nikolai Costa var í Game of Thrones. Já. Að Game of Thrones væri bara eins og stundin okkar miðað við þetta sko. En það eina sem að þessi þættir eiga sameiginlegt Nikolai Costa valdá, ekkert annað. Þú veist, Game of Thrones fantasía. Nákvæmlega, með fljúandi drekum og vopnátt, sko. En þetta auðvitað, þú veist, verið að leika sér með þetta tímabil í Englandi sem að, þú veist, það gekk ýmislegt á. En handritin finnst mér góð. Þú veist, og karakterarnir, það eru sterkar konur þarna og þetta hefur bara allt að bera. Sem að mér finnst að svona þáttaröð ætti að vera með. Já. Dúi. Já, ég horfði á þessa seríu og ég með þetta að fá svona, ég held að það sé mjög mikið svona bretar sem eru að gaggrina þetta og þá oft kannski fyrir einhverja sagnfræðilegar atriði og svo ég held að mér sé að vera reyðst einhver refild sem ekstra annað sem í Englandi einhverstaðar. Já, og ég skil alveg vel að einhverju komið að þessu og finnist svona þegar sé að búast við einhverju svona flugveldasýningu eins og Game of Thrones en þetta náttúrulega bara ekki það mikið budget eins og Game of Thrones sem með. Nei. Og ég veist, þetta ekkit svona sumt í framleiðslunni alveg hægt að gaggarina en mér veist þau það er svo góði karakterunar og karakterunar svo vel gerðir. Já. Og það svo skipt svo miklu máli í svona seríu. Nákvæmlega. Ef að karakterunar góðir að þá ertu búin að ná áhörundunum, bara eins og þú veist, eins og allar svona góða sápurur, ég ekki að segja þessi sápa og það eru rosalega vel skrifaðir karakterar og vel kastað í rullunar sko. Já, og mikið af íslensku leikurum þarna. Já, Ingvar Sigurðsson var alveg frábær í þessu. Já, en svo líka, ég sá ekki strax ef það var þarna einhver greifi eða eitthvað og það var það Björgvin Frans. Það Björgvin Frans. Já, Þorstein Bachmann. Já. Já,
og tónlistin eftir hann Högna Egils, frábær tónlist. Frábær tónlist. Einmitt það mjög fyndi hverju litlum hestum. En sko, hestarnir, ég ætla einmitt að hæla því, maður hefur aldrei séð hestana svona flotta. Það er búið að flétta þá og klæða þá í búninga og þeim leittist ekki. Og það er líka svona gaman að sjá heiðumörk svona í svona serju. Já, en ég held að hafi nefnilega, sko, kannski er hérna leikmyndin í raun og veru nær því hvernig hlutirnir voru árið 1050 heldur en við höldum, sko. Þú veist, þau eru bara alltaf grútskítugir og öll bara grútskítug og ég var alveg samferð. Ég sá ekki af hverju að þurfti eitthvað að vera að væla út af því, sko. Mér finnst það svona óþarfi. Og þetta einmitt, eins og þú segir, bara karakterdrifin og þau eru öll með svona örk sem að hérna ég var mjög sátt með þetta og hérna ég sá nú reynda líka einhvern íslenskan dóm, það er eitthvað Baltasar bregst bógalistin eða eitthvað. Það er svona ekta hámseri, maður getur ekki hægt að horfa þegar maður er búin að því hún er svo spennandi og hérna og bara, manni verður strax ekki sama þessa karaktera og þegar síðan baráttan hefst á milli þeirra þá einhvern veginn, ég vissi ekkert ég vissi náttúrulega hver vinnur en ég hélt með þeim báðum, sko. Þannig að mér finnst þetta vel lukkað og hann er rosalega vondur svona vondi karakterin mjög vondur og þetta er bara mjög flott, sko. Já og ég bara að mæli með þessari þáttaröð. Hann er með svona bíla með það getur náttúrulega annar þeirra hann riður öllum á vegi sem að ógna hans leið af hásetinu en þeir náttúrulega fórna drepur bróður sinn og ég meina þeir fórna báðir mjög miklu þannig að þetta er ekki bara svona einhver barátta og það sem að mér fannst kannski svona pínu var að þau náttúrulega ferðast alltaf með skipum á milli þannig að Britannia og Englands en við sáum það ekkert, sko ég bara klíft að þá varstu komin til Englands og svona mér finnst alltaf gaman að sjá forveikt fólk í þessum smápatum á milli í svona þáttum með skirbjú og niðurgang það hefði alveg mátt vera allan að 5 mínútna sena allan svona æla við borstokkin en það verður kannski bara næst þegar einhver íslendingur tekur að sér að gera fornsögu annarar þjóðar og móðgar þá með því að taka hann upp á Íslandi með Íslendingum var allt brjálað ekki við klikkuð yfir því að Hollywood er búið að ræna hérna Ásgarði eins og hann leggur sig frá okkur hann að ræna goðafræðinni Bifrost Já heyrðu, en þið þurfum að horfa á þetta ég skal lána þið sjónvarpið mitt en ekki iPadin ekki iPadin það var að horfa á sjónvarpið en getur horft á þetta í úrin síðan það er hann með nýgleri ég horfði bara á þetta iPadinu, sko einmitt, þeir nú er búin að týna dagskráni hvað ætlum við að gera í næstu viku hvað ætlum við að sjá í vikunni sem við getum talað um eftir viku Mér langaði að fara hann í Glerhúsið á Vesturgötu, ég hef ekki farað þangað, það er lítið galleri og heitir hún Gerla. Já. Hún er með sýningu þar og mér langaði að sjá það, svo er það í Keflavík, það er Ásta Málari. Er hún í listasafninu þar? Ég er ekki alveg með það, í hvaða safni Ásta Málari er, mér finnst það bara mjög áhugaverð. Líklegt að sé þar en ekki mörg galleri en það er sem sagt fyrstu konuna sem fekk svona meistaragráðu sem málari þannig að var hann húsmálari hún var húsmálari en hún hafði líka mikinn áhuga hún málaði líka þannig að mér langar að sjá það ég held að sé svo lætið bara ráðast. Elvar? Sko ég
er ég sem að fara sko í Tjarnabíó á föstudag, laugardag og sunnudag Já, og bara sjá það sem að bara kaupa mig miða á það sem að er í kvöld. já, Það því ég er rosa mikil aðdáandi Tjarnabíó. já, ég líka. Það er alveg frábært og vonandi að verði úr þessi hugmynd að Tjarnabíó og Iðnó og kannski eitthvað aðeins meira verði saminað í Já. svona fyrir frjálsu senuna. Einmitt. Dúi? Já, ég er alltaf leiðin á sömu myndina þetta er Thomas Anderson ég Já. er alltaf að reyna að ná henni hvað heitir hann, One Battle After Another Já, Herri, já, einmitt, ég þarf að sjá hana. Já, það er hún verður örugglega ekkert mikið lengur í bíó ég ætla að maður þurfa að drífa sig sko Já, Já. ok, já. hérna hún og svo alltaf erum við að spá að fara á Hamlet eða ekki? jú, við ætlum að Hamlet í vikunni. Við tölum hann næst. Hann verður frumsýndur í Hvar er- Borgarleikhúsinu. Borgarleikhúsinu? Já, í Herri, næstu svo eru helgi. hérna minningar, tónleikar, hérna Róberts Hjálmtýnssonar og hljómsveitinni Ég. Já, Við erum svo kunningjar, ætla að koma saman í Bæjarbíó 30. október og flytja músíkina hans. ok. Og ég skilst að verði bara að sé orðið mjög góð mennt og Já, búið að bóka, já, ég ætla að fara að sjá það örugglega. já, ég var að lesa á netinu skemmtilegt viðtal við hana Herdísi Þorvaldsdóttur sem sagt barn Herdísar Þorvaldsdóttur leikonu og alnefnu. Hún er myndlistakona og hún er með sýningu í Sind Gallery sem er gallerið sem er þarna á horninu á móti Jóðallhúsinu. Já, Við erum nýtt gallerí. Já, við hringtorkið. Já, sem hún Særós Sindradóttir já, minni Sær og Sindri. er nýbúin að opna, Já, mjög metnaði fullt og flott, þannig að mér langar að kíkja þarna inn sko Já, og mig skoða þessa sýningu. já, ég verði, Já, ekki drífa okkur á jú, það Já. er mjög spennandi. Svo Já. líka hérna það er barnakvikmyndahátíð í Bíó Paradís Já, nefnilega. Það eru vetrarfrí í skólum. Já, alveg rétt. Eitthvað er búið að vera í Reykjavík og svo er í Kópavogi. Það er líka sko tónlistarsmiðja í bókasafninu í Kópavogi, núna 28. held ég. Þar sem að, ég get aldrei sagt það rétt. Gerðarsa? Nei, dótturinn á Þórunnar. Steinun, eldflög og geimflög. Nei, Já, Steinun, Reynur Eldflögs, já, Já. Harðardóttir, já. Já, er að kenna krökkum að búið til rafmagnstónlist. Já, 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 þannig að ég Stengur sko, hún Steinun, algjörst. ég hlustaði á viðtalið já, hún er alveg, þetta er örugglega æðislegt námskeið Já, þetta er já, hún er yndisleg og Steinun. já, Ég hitt hana fyrir tilviljun, ég og maður minn bara í verslun út í Ungverjalandi, út í Budapest og opaslega skemmtileg og frábær, ég vona öll börn bæjarins farið þangað. Já, mikið að vera fyrir börnin. Já, af því að það er vetrafrí í skólum. En við vorum hvort er búin að tala um að fara að kíkja í bókasöfnin Já, af því að það er svo mikið að gerast í bókasöfnum. Þannig að við ætlum að finna okkur og starfsfólki bara eitthvað voðalega almennilegt. yndislegt fólk. Og við ætlum að kíkja á Borgarbókasafn, finna okkur útibúð þar Já, og bókasafni í Kópavogi. Þannig að við getum aðeins farið að skoða það, að því að er svo mikið í gangi. Alveg ótrúlegt hvað bókasafnin er að gera og það er kannski finnum maður námskeið við hæfi, landafræði fyrir fullorðna. vandafæður. Það er líka mjög mikið að litlum örnámskeiðum, eitthvað svona föndur fyrir börn Já. og allskinn svona Já. fyrir foreldra að fara með börnin sín á þessi bókasöfn. Eða ömmurnar að fara með börnin, Já, svo eða foreldrarnir ömmurnar. geti sofið út. Nákvæmlega. Bara hugmynd. Heyrðu, það ekki bara að segja þetta í bíli? Jú. Já. Já. Bye. Æ. bye